Tveir af nýmenningunum sem ákærðir hafa verið fyrir árás á Alþingi auk fleiri brota segja myndband úr öryggismyndavél Alþingis staðfesta að meiðsli sem þingvörður var fyrir í þinghúsinu séu ekki vegna þess að honum hafi verið hrint eins og segir í ákærunni. Kastljós hefur myndbandið undir höndum en Alþingi neitaði fréttastofu RÚV aðgang að því fyrir ári. Við viljum að sýna ykkur þessa upptöku hér á eftir. Já, við ætlum hins vegar að byrja þátt kvöldsins á umfjöllun okkar nýmenningana. Eins og áður sagði segja tveir þeirra að myndband úr öryggismyndavél hússins staðfesti að þingvörðurinn hafi ekki hlotið meiðsli vegna þess að honum hafi verið hrint eins og segir í ákærunni og einnig segja þau fleira í ákærunni orka tvímælis og neita því alfarið að hafa ráðist á þinghúsið. Helgi Seljan skoðaði málið og ræddi við Snorra Pál Úlfhildarson og Sólveigu Jónsdóttur sem bæði eru ákærð vegna málsins. Ákærur setts ríkissaksóknara gegn nýmenningunum sem bruttu sér leið upp á palla Alþingis í desember byrjun 2008 eru mjög umdeildar. Þær eru í 4 liðum en sá sem mesta athygli hefur vakið snýr að árás á Alþingi í samræmi við 100. grein almennra hegningarlaga. Í henni segir að hver sá sem ráðist að þinginu svo sjálfstæði þessi hætta búinn skuli sæta fangelsi ekki skemur en 1 ári en alvarlegt brot á sömu grein réttlæti ævilangt fangelsi eða 16 ár. Aðeins hefur einu sinni áður verið ákært fyrir brot á þessari grein. Þá hlutu 18 menn fangelsisdóma vegna þáttöku í átökunum á Austurvelli árið 1949 þegar krafist var þjóðaratkvæðis aðild að NATO. Enginn þeirra þurfti þó að sitja í fangelsi þar sem mönnunum var veitt sakaruppgjöf. Einn þeirra sem fekk dóm þá var Jón Múli Árnason, útvarpsmaður og tónskáld sem fekk 6 mánaða fangelsisdóm. Einn mótmælendana sem ákærður nú dóttir Jóns Múla, Sólveig Jónsdóttir. Í bréfi Helga Bernódussonar skrifstofustjóra Alþingis til lögreglu þar sem farið fram á rannsókn á máli Sólveigar og hinna 8 því velt upp hvort 100. greinin hafi hugsanlega verið brotin. Í bréfi lögreglu til ríkissaksóknara rannsókn lögreglu lokinni ekki minnst á þá lagagrein. Saksóknari hefur því metið þar sem svo að meint brot heyrðu undir umrædda grein. Að auki snúast ákærurnar ofbeldi og hótanir gegn opinberum starfsmönnum, húsbrot og að raska fundafriði. Einum og sama mótmælandanum gefið að sök að hafa bitið 2 lögregluþjóna sem handtóku hann og fyrir að hafa hrint þingverði á miðstöðarofn á leiðin í húsið þannig að hún meiddist. Meiðsl lögregluþjónanna voru talin minniháttar og fengu þeir að fara heim að lokinni skoðun. Í ákæru atvikinu þegar þingvörðurinn meiddist lýst þannig að mótmælandinn hafi barist kröftuglega þingvörður reyndi að koma honum út og í átökunum ýtti mótmælandinn með hægri handlegg sínum í annan þingvörð svo hún féll aftur fyrir sig. Í bótakröfu þingvarðarinn sem féll mótmælandinn sagður hafa ýtt henni með báðum höndum af afli. Við yfirheyrslu hjá lögreglu lýsti svo þingvörðurinn því eins en tók fram að eftir að hún hefði séð myndband af atburðinum væri hún á því að upplifun hennar og það sem þar sæist færi ekki saman. Hún var ekki spurð nánar út í það atriði ef marka má skýrsluna. Á myndbandsupptöku úr öryggismyndavélum Alþingis sést atvikið. Þegar nokkrir mótmælendur eru komnir inn í þinghúsið sést hvar einn þeirra heldur hurðinni og hleypir öðrum inn en við það reynir þingvörður að komast fyrir hurðina en þá haldið frá henni. Fleiri þingverðir koma á vettvang. Þingvörður og mótmælandi takast á hér til hægri á myndinni og hér virðist þingvörðurinn reyna að koma manninum út en við það fellur hann aftur fyrir sig og á þingvörðin sem fellur við. Það ekki síst lýsingin á þessu atviki sem ákærðu telja að sé alröng í kærunni gegn þeim. Hver manneskja sem að fyrir gegnum gögnin áttar sig fyrst á þessu misræmi og svo þegar fólk horfir á upptökuna þá það svo augljóst að þetta ekki með vilja gert. Það er alveg bara jafn augljóst og við sitjum hér að það sem sagt, það þingvörður sem að toga í einn af ákærðu og sá hrasar svo og á þessa konu og hún dettur. Og ég held að ekkert okkar muni nokkuð með neita því að vera stympingar hann inni. En ekkert annað en stympingar og við getum bara nota sömu orð og þingverðir og lögreglumenn nota í lýsingum sínum og atburðunum sem eru í opinberu gögnunum sem við fengum. Þá notast þeir við orðið svo pústra, stympingar og þingvörður sem tók hann á mót okkur á annarra hæðinni segir nokkrum sinnum í viðtali við lögregluna að við höfum ekki beitt ofbeldi, hann hafi ekki séð okkur beita ofbeldi, bara þrýstingi, hann talar fúkyrði,
ekkert meira en þetta. Og það líka, við erum líka kærð, við erum ekki bara kærð fyrir sko að beita ofbeldi, heldur einnig fyrir að hóta ofbeldi, en það er heldur ekkert í gögnunum, hvergi, öllum þessum gögnum, bæði vídeóum, hljóðskjölum og pappírum, að finna neina lýsingar á þessum hótunum ofbeldi. Hvorki hótanir sko gegn þingvörðum, né hótanir gegn sko þingmönnum. Eða bara alþingi og sjálfræði alþingis, sem kæran um 100. grein snýr að. Og ég sko ef að fólk bara af heiðarleika horfir á þetta og hugsa með sér þarna koma alltaf 30 manns inn, ef að við hefðum farið inn í þeim tilgangi að vera með ofbeldi eða eignarspjöll, þá hefðum við náttúrulega verið ansi fljót að yfirbuga og þú veist, ná undirtökum. Og ég held kannski þessi bara svona lágmarkskrafa að sé sko einhver raunveruleiki á bakvið ákærunar, það sé einhver atvikalýsing og einhver sönnunargögn fyrir því sem á hafa gerst, sem bakka upp ákærunar, sem eru ekki þessu tilfelli. Það ætti að vera einhver sko haldbær rök fyrir því að við höfum ógnað sjálfræði þingsins. Þingi, ef ég man rétt, var frestað þarna í klukkutíma þennan dag, á meðan seinna meir þarna í janúar var þingi frestað í sólarhring, ef ég man rétt, og það var ekki þinghæft þarna í marga daga inn á Alþingi. Það eru nokkrir þingmenn sem sögðu við fjölmiðla stutt bara daginn eftir, ef ég man rétt, þennan atburð, að lýstu þeir í hversu saklaust þetta hefur verið. Þetta hefur bara jafnvel verið, Össur Skarphéðinsson talaði hann hefði haft gaman að þessu. 3-4 þingmenn lýstu því yfir að þeir hefði ekkert verið óttaslegnir. Þetta hefði bara verið svona, bara svona létt og mjög saklaust. Það slasaðist auðvitað þingvörður og það lögreglumennir haldaði fram að þeir hafi verið bitnir og fá eitthvað svona áverkavottorð og annar þingvörður fær metna á sig 8% örorku ef maður rétt. Berið þið ekki ábyrgð á því? Ég held að sé mér að segja að við berum ábyrgð á því. Við erum 9 manns úr 30 manna hópi sem virðast vera valin frekar handahófskennt. Það ákæru atvikalýsingin minnist aðeins á 4 okkar. Þetta er 30 manna hópur. Það er ekki rétt að þessu óþekktir einstaklingar að okkur undanskildum. Og það er ekkert í ákærunum sem gefur tilefni til þess að halda að það sé endilega við 9 sem berum ábyrgð á þessum meiðslum. Þannig að ef að menn vilja ákæra fyrir líkamsárásir, fyrir þetta atvik þegar þingvörður lendur á ofni, fyrir það atvik sem er til dæmis óútskýrt hvers vegna lögreglumaðurinn sem starfar í þinghúsinu sé núna með 8% örorku, þá þarf að ákæra þá einstaklingar sem bera ábyrgð á því og sýna fram á einhver sönnunargögn. Það er ekki gert í þessu máli. Ég ætla ekki að fara eitthvað að endilega halda ég fram að mér finnist að það eigi ekki að kæra fyrir nokkurn skapaðan hlutanna. Þessar ákærur eru ekki rökstuddar. Sólveig og Snorri segja tilganginn með ferð þeirra á þingpallana hafi verið þá að lesa yfirlýsingu yfir þingheimi þar sem þingmenn voru hvattir til að segja af sér, þar sem þingið þjónaði ekki lengur tilgangi sínum að þeirra mati. Snorra tókst raunar að koma hluta yfirlýsingarinnar til skila áður en hann yfirgaf þingpallana með lögregluþjóni. Umræður ákærurnar gegn nýmenningunum rötuðu nýverið í sali Alþingis. Sólveig og Snorri eru bæði ósátt við þá lýsingu sem forseti Alþingis gaf af atburðunum þar. Þá er svar hennar fullt af rangfærslum það að það hafi verið ljóst af öll að við höfum komið þarna í ofbeldisfullum tilgangi, að það hafi verið augljóst að við höfum ekki skirst við að beita ofbeldi og að við höfum ætlað að komast í tæri við þingmenn og þannig þá að þingmennum hafi verið mikil hætta af okkur. Nei, og það er líka dæmi að þingmenn, í þessum umræðum hafi þingmenn talað eignarspjöll í tengslum við þetta atvik, meðan það voru til dæmis engin eignarspjöll, það er alveg hreinu, það er ekki kært fyrir neina eignarspjöll. Mér þætti sjálfri eðlilegast að ákæran yrði dregin tilbaka.
Varðandi ákæruliðin sem snýrað árásinni á Alþingi og sjálfræði þess forvitnilegt að rifja upp aðrar óvelkomnar heimsóknir á þingpalla. Árið 1993 urðu hatramar deilur á Íslandi vegna EES-samningsins. Mótmælendur stormuðu þá á þingpalla í hermannabúningum með leikfangabissur. Samkvæmt fréttum frá þessum tíma voru þingmennsleiknir óhug en fólk var handtekið eftir nokkur átök og fært á lögreglustöð. Engin eftirmál urðu vegna þessa og engin slasaðist. Árið 1976 fóru pirraðir stúdentar undir forystu stúdentaráðs á þingpalla vegna fyrirhugara breytinga á námslánakjörum. Hópurinn var nokkuð fjölmennur og segir í frásögn Morgunblaðsins að formaður stúdentaráðs hafi haldið ræðu yfir þingheimi. Þingverðir og lögregla gátu ekki komist að formanninum vegna mannfjöldans. Þingstörf lágu niðri stund vegna þessa. Þingvörður lýsti því þannig að hendur hefðu verið lagðar á lögreglu og þingverði. Formaður stúdentaráðs á þessum tíma var Össur Skarphéðinsson, nú utanríkisráðherra, en auk hans sat í stjórn stúdentaráðs þegar atvikið átti sér stað, Lára Vaff Júlíusdóttir. Lára nú settur saksóknari í málinu gegn nýmenningunum. Lára vildi ekki tjá sig dómsmálið nú í samtali við Kastljós, það vildi skrifstofustjóri Alþingis ekki heldur.